Góðan daginn og velkomin í þáttinn Heimsmyndir. Ég heiti Kristinn Theódórsson og ég hef verið að taka hérna viðtöl við allskyns presta og heimspekinga og hugsuði og í þetta sinn ég einmitt með prest. Blessaður Grétar Halldór Gunnarsson. Takk fyrir það. Ég þekki því svo lítið, ég þurfti að opna símann til að muna nafnið þitt, fyrirgefðu. Ekki maður, hafði ekki að gera því. Heyrðu, hérna, þú ert prestur, þú varst í Kópavogi, núna í Grafarvogi eða öfugt? Það er öfugt. Ég var í Grafarvogi, fór síðan til Ísafjarðar og er nú í Kársnesó, Kópavogskirkjunni, gömlu á hæðinni. Heyrðu, velkomin í þáttinn. Takk fyrir kærlega. Það var hérna vinkona mín og árgangssystir í Fóldaskóla sem að benti mér á þig. Hún Rúnastella. Guðrún Stella, já, ég myndi Rúna, já. Og og þegar ég hafði samband við þig þá svaraði bara strax, já, það getum við gert. Og það var eiginlega svolítið það sem að mér finnst skemmtilegt að nú er ég búin að tala við, að ég er svona gamall trúleysingi, sko. Já, einmitt. Og ég er með þess að gamall herskár trúleysingi. Ég skil. Þannig að ég hef alveg verið mjög svona í leiðilegu deildinni, sko. Ég skil þig. Og en það sem mér finnst svolítið áhugavert er að síðan ég fór að taka þessi viðtöl við trúfólk og presta, þá hefur það oft verið bara ótrúlega jákvætt og svona spontant fólk. Bara já, ég er til, ég er bara jákvæð og hress. Einmitt. Og ég fór að velta fyrir mér hvort að þetta sé einhver afleiðing af trúnni, menn við ætlum ekki að fullir það sé þannig, sko, en það getur verið eitthvað. Þetta er áhugaverð spurning. Mér finnst sjálfur, ég hef óbærslega mikla ást á trúmálum almennt og ekki bara kristinu trú og ekki bara minni eigin kirkju, þjóðkirkjunni, heldur á fleiri kirkjudeildum og öðrum trúarhefðum einnig. Og mér finnst ég á skemmtilegan hátt merkja ákveðin mun stundum. Svona eins og ákveðnir eiginleika ræktist upp í ólíkum kirkjudeildum til dæmis. Já, ok. Og þessi eiginleiki sem þú lýsir það svona að vera reiðubúin. Þetta er eiginleiki sem ég til dæmis séð mikið hjá fólki sem hefur alist upp í KFM og K. Reiðubúið til verka oft. Já. Ég sé þetta mjög gjarnan líka hjá fólki sem að fyllir Hvítasunnu kirkjuna og víðar. Og ég meina maður skildi ætla og vona að í trúnni og með trúnni að þá vaxi einhvers konar traust hjá manneskjunni sem trúir, sem gerir henni þá kleift að segja já þegar henni finnst rétt að segja já og taka þannig þátt í því sem hún finnur köllun til að taka þátt í. Ég meina, það held ég hljóti að vera jákvæð niðurstaða eða jákvæð þroski að komast á þann stað að vera það mætti segja að sé svona ákveða óttaleysi að segja bara já, bara viltu fá mig viðtal, bara ég segja já af því að andstæðan væri þá að vera mjög hikandi og vera þá að spyrja bara af hverju og hvað við fara að ræða og hvernig verð ég í þessu viðtali, er það í lagi þannig að þetta er að sjálfsögðu ekki neitt sem innskorðast við trú. Nei, einmitt. En hugsanlega er þessi trúalegi farvegur samt sem að eru ágætt dæmi leið. Einmitt. Þetta eins og kristin trú er andleg leið og hún hefur áhrif á fólk. Hún gerir það. Fólk er náttúrulega alls konar sem fer hérna trúalegu leið enga síður en von okkur og trú stendur til þess að með því að fara þessa leið að þá einmitt vakni ákveðnir eiginleikar sem búa inn með okkur og við blómstrum á þann hátt sem okkur er ætlað að blómstra og við séum virkilega að lifa í samræmi við veruleikan eins og hann er. Og þannig að já, mér er skaman að þú takir eftir þessu og ég bara vona og treysti að þetta sé rétt. Já, ég vona því. Já. En ég var með gest hann Rögnvald Hreiðarsson Kliffara. Já, einmitt. Hann einmitt svaraði mig næst í alveg eins og þú gerir, sko. Já. Og hann einmitt í svona veltrúaður. Og hann einmitt svaraði mig líka með já, það mun ég gera. Einmitt, já. Skemmtilegt að heyra þetta. Já. Skemmtilegt að heyra þetta. Þetta líf í einhvers konar trausti að treysta því. Þegar við horfum til dæmis á kristna trú, við horfum á það sem Kristur sjálfur mætir, þá er það óbúslega mikið af erfiðum hlutum og óþægilegum hlutum. En
það sem að gerist í hans lífi, dauða og upprisu að því öllu snúið einhvern hátt til góðs. Það er að segja að af krossinum leiðir upprisa. Og þessi trú, þessi skilningur sem fylgir þessari trú hefur þau áhrif, væntanlega meira að segja, þegar fólk lendir í einhverju sem mótdrægt eða erfitt, að þá getur það hort og skila það í gegnum þá linsu að út af öllum krossum getur og mun annarkvort hérna megin eða hinum megin grafar leiða upprisa. Afsakið ég rekst í mikrofónin. Ekki mál. Já, en hérna, þetta náttúrulega sjálfsögðu líka til, ég meina, allir finna sér einhvers konar motivasjón og það á við trúleysingja og önnur trúarbrögð og svo framvegis. Og hérna, og þegar maður talar til dæmis kristna trú sem einhvers konar góðan farveg, þá móðgast sumir og vilja spyrja okkur ég ætti að upphefja þennan farveg en ekki einhvern annan. Já, ég skil þig. Sko, ég hef hugsað, sko í nútímanum sérstaklega, að þá sem að það margir leita sér að farvegi í þeim tilgangi sérstaklega að umbreyta sinni innri líðan með einhverjum ákveðnum hætti. Og það er bara skiljanlegt markmið, því að við erum missanátt hönnu til þess að forðast hluti sem eru sársaukafullir, óþægilegir og nálgast hluti sem veit okkur ánægju. Þú veist, og það er einhvern veginn, er okkur hönnun og hjálpar okkur að komast af. Á sama tíma þá er það svo að sem markmið eitt og sér að þá fellur það svolítið sjálft sig. Það er að segja, og mér langar til að draga upp þessa líkingu, ef þú spilar körfubolta eða hvaða annan íþróttaleik sem í þeim tilgangi að líða vel eða upplifa einhvers konar einhver sælu, að þá er óbúslega erfitt að fá leikinn til að ganga upp vegna þess að partur af því að spila körfubolta er að verða fyrir pústrum, er að verða þreyttur, er að lenda í samstuði við einhvern, rífast boltan, deila við dómaran jafnvel, hvað sem er. Það er svo mikið óþægilegan hlutu sem eru partur á leiknum. Og ef þú spilar leikinn til þess að öðlast lífsfullnægju eða til þess að öðlast einhvers svona sælu einungis og til að forðast það sem er óþægilegt, að þá hætti leikurinn að ganga upp. En markmiðið er annað, þú spila leikinn, markmiðið er þá einhvers konar sigur eða að ná einhverju þannig marki öðru heldur en því, og þegar það er markmiðið, þá til þess að ná því að þá allt í einu verður það í rauninni allt öðruvísi að lenda í pústurum, verða þreyttur. Það er partur af leiknum og þess virði að fórna því til þess að ná hinu markinu. Og þess vegna skiptir það máli einhverju leyti að við séum í samræmi við veruleikann, hvort sem það er leikurinn sem við erum að leika eða lífið sem við höfum, að við séum að keppa í átt að marki sem er satt mark og ég myndi byrja á þessu, og þetta er svona nútímavilla sem ég sé ofboðslega vaxandi en sem að trúarhefðirnar, þar með talin kristintrú, falla síður í þessa gryfju. Það eru ekki með öllu útilokaða frá henni. Þannig að þú ert að segja að í kristnu nálguninni og í trúarlegu nálguninni þá sé takmarkið einhvers konar heildar þroski og einhvers svona lífsávinningur sem að það sé meðvitað að þetta sé sem sagt erfitt ferðalag og markmiðið kom ekki bara til af því að líða vel og hafa gott og það væri það er bara að líða vel og stefna því það er oft kallað hedonismi en þetta er einmitt gagnrýnin á bókina The Moral Landscape eftir Sam Harris. Hann reynir þar að færa rauk fyrir því að það sé hægt að búa til rökrétta nálgun við siðfræði og hún byggist á því að öllum líði vel. En gagnrýnin á þá hugmynd er einmitt þessi, að fólk vill ekkert endilega líða vel. Margir vilja ná einhverjum árangri, hvort sem það er í persónulega þroska eða í vinnu eða eignum eða eitthvað, og er algjörlega tilbúin að erfiða og jafnvel þjást til að komast þangað. Þannig að við erum svolítið með þetta mótíf en þú getur náttúrulega sjálfsög fundið kannski miklu fleiri mótivasjónir hugmyndafræðilegar heldur en trúarlegar en það einhvern veginn er þetta kannski.
Ég skil hvað meinar, en svo spurning það sko, hvað trúulegt og hvað ekki. Þú haga þér innan heimsins eins og þú lýsir honum. Og það með hvað hætti við lýsum heiminum á einhvern hátt gildislega. Það koma inn hlutir eins og hvað gott, hvað satt, hvað fallegt. Og einhverju leyti, þú veist, getur við sagt kannski mismiklu mæli, en það verður ekki alveg hjá því komist að þú fellir einhvers konar dóm og þú lifir í einhvers konar trú, einhvers konar sannfæring það, hvað sé gott, hvað sé satt og hvað sé fallegt og hvað þessi virði að sækjast eftir. Og þannig erum við í einhverjum skilningi öllundir sömu sök seld, þrátt fyrir ég vil ekki segja allt sem jafnt í þeim efnum, að það samt sem áður þá svolítið raunveruleiki stöð okkur sem manneskjur það að við erum knúin til að lifa í trú. Einhverjum skilningi. Þetta náttúrulega klassískt málefni sem að trúlýsingarnir verða alveg æfir yfir, Þannig að þeir vilja ekki, kannast við að allir séu trúaðir, og ég vil ekki í einum skilningi. En ég samþykki það alveg, að í einhverjum skilningi erum við það öll, því við höfum öll einhverja svona metafísiska afstöðu. Já, og maður hugsa til dæmis, margir til dæmis á Vesturlöndum, jafnvel þó hafni kristinni trú eða allir annarri trú. Og samt sem áður þá hafa þau óbúslega skýra sýn til dæmis á fyrirbærið mannréttindi eða mannhelgi og það fyrirbæri óbúslega erfitt að skilja hugmyndafræðilega rætur þess nema sem part af þróun sem hefst með þeim orðum í Biblíunni að Guð skapaði manninn í sinni mynd. Og þó sérstaklega staða sem manneskjan fær sem að grundvallar þá hugsun sem síðan fæðist, sem ég líti á sem blómgun í rauninni kristinna trúarhefðar á sér stað á Vesturlöndum, sem eru hugmyndunum mannréttindi. Það hvernig við sjáum heiminn og skiljum, og til dæmis það að allar manneskjur eigi tilkall til einhverjar helgi eða réttinda í krafti stöðu svona sem manneskjur, á þessa rót. Og við getum hort til dæmis á aðrar trúarhefðir, til dæmis ef við förum til Indlands, þar sem ákveðin stéttskipting til samkvæmt þeirri lífssýn sem að þar algengust, sem gera það að verkum að ákveðin framganga til dæmis gagnvart þeim sem að tilheyra lægstu stéttunum þykir eðlileg, þrátt fyrir að hún sé í okkar augum óverjandi, í ljósi þeirra hugmynda sem þau hafa svona kosmískt réttlæti, sem tegir sig allarlega aftur í fyrirlíf, þar sem þú hefur með einhverjum hætti áunnið þér þá lágu stöðu sem þú hefur í dag. Og þannig getum við séð meira segja að þau sem á Vesturlöndum hugnast ekki almennt trú eru enga síður með litaða sýn sem á sínar rætur í þeim opinberunum sem finnast í ritningum kristinna trú. Þau veistu með einhverjum hætti afkomið þeirra. Myndir margir mótmæla því, en ég skil hvað meinar. Húmaníska veraldarhyggju svarið þá alltaf eitthvað á þá leið að þessar siðferðilegu grunnreglur séu samanlegar og gullna reglan finnist allstaðar og hafi þar leiðandi kannski takmarkað með kristni per se að gera, hún sé rauninni kannski birtingamynd þess fyrir ekki öfugt. Já, einmitt, og kristin trú á líkan hátt játar það að manneskjan hafi í krafti þess að vera sköpuð af Guði, hafi ákveðna kunnáttu það með sér, rétt og rangt. Sem að þannig að játning kristinna trúar hefur ekki verið ólík hvað það varðar. Það breytir samt ekki því að eins og gullna reglan, hún virkar allt öðruvísi í samhengi hindúasiðs heldur en í okkar. Það sem að ef þú hefðu stöðu lægri stéttana, þá væri ákveðin framganga gagnvart þér, eðlileg, skiljanleg, í ljósi þeirra kosmísku sína sem þau hafa, Þannig að já og nei í rauninni. Þú veist kristin trú myndi ditt og þetta en bæta við að það sé meira það að segja. Meira en það að segja. En þú þarf ekki að sammála því heldur, það bara ágætt sett svona hæfilega ósammála því. Ég ætlaði svona aðeins að snerta á nokkrum pælingum með þig, með þér. Eitt það að Guðs hugmyndin hún náttúrulega mjög
viðtæk á sér víða stað, guðshugmyndin og hugtækið gríðarlega loðið. Í kristilegu samhengi hefur hann þóttið fengið þetta yfirbræða að þetta sé ykkur kall með hvítskegg í svona einhver literal mynd. En í svona heimspekilegum skilningi þá hægt að skoða guðshugmyndina sem viðbragð við mjög mörgu, þar að meðal bara sálfræði. Við höfum þörf fyrir eitthvað. Það getur líka verið eðli vitundarinnar. Við erum með furðulegt ástand sem þessi sjálfsvitund og við höfum þessa greind og við endum á því að við hugsum okkar eigin hugsanir, okkar eigin sjálfsvitund sem verður svona regress. Og þetta gríðarlega krefjandi hreinlega fyrir einstaklingin að hafa þessa hugsun og þessa greind, því að það getur orðið mjög flókið að hugsa alls konar hluti, því að þú áttar þig á sálfræði, þín eigin sálfræði, sko. Er ég sósíalisti af því að það rétt skoðun eða er ég bara að fylgja einhverju menningu, allar þessar sjálfskoðunar hugmyndir. Og það enda gjarnan, eða geta mjög auðvitað endað í bara upplausn, þegar þú finnur engan sannan grundvöll í þessu ef þú ert haldinn of mikilli hringhugsun. Þannig að það eðli vitundarinnar að leita að afdráttarlausu svari og stefnu, og það verður einhvern veginn svona trú, sko. Og það getur þá, birtingamyndin getur verið sem sagt, ég ætla að taka þessa guðshugmynd og ég ætla að leyfa mér að upplifa hana sem sannan öruggan farveg sem ég þarf ekki lengur að efast þarf ekki lengur að vera haldinn rökhugsunar hringavillu og svona glundráð og stressi og álægi, að ég ætla bara að gefa mér þessa leið. Og það getur verið svona ákveðin hvíld, andleg hvíld að velja þessa leið. En svo getur líka hreinlega bara þurft á því að halda, því að þú ert kannski manneskja í fíkn og notar fíkniefni og ert í upplausn og vanlíðan og þarf líka bara að finna einhverja leið út úr egóinu, sko. Og Einar Ágúst, tónlistarmaður, fjallaði það daginn og ég þekki hana eins, ég held hann leyfi mér alveg að fjalla þetta. En hann sem þetta segir að ekki aðeins sé það fíknin sem hann að berast við, heldur þegar hann hafi ekki guðshugmyndina, og sem svona hugmyndunum the other, sko. Þegar hann hefur ekki þá hugmynd hugfasta, þá missir hann sig bara í ego og bara missir tökin á sjálfsmyndinni. Þannig að við erum alls konar þarfir heilans fyrir brautir sem eru þá leið út úr svona hugsunar öngstræti eða kaos og svo það sálfræðin og svo það heimspekin, sko. Í heimspekinni er þetta þekkingalags eðlis. Við getum einfaldað þannig að við getum sagt, ef ég trúði að heimurinn sé ekki fullkomlega skiljanlegu fyrir mig persónulega, eða fyrir okkar manns heila, þá eitthvað mingi af dóti sem við skiljum ekki. Og við getum ekki talað um það þegar við skiljum það ekki. Þannig að, og það einhvern veginn verður oft Guð líka, sko. Þannig að nú ég búin að nefna nokkra leiðir að því að það verða til vitsmunlegar eða tilfinningarlegar þarfir fyrir þetta other, þetta ytra hvað að segja, þessi ytri áhrif, en áhrifavald jáfnvel. Og oft notum við orðið Guð, og í kristninni höfum við þetta mjög svona formfast, en í rauninni má segja að hugsanlega sé það bara mannlegt eðli að leita, að reyna að skilgreina þetta ástand, hvort þú mun nálgast það sálfræðilega, heimspekilega eða trúarlega. Þetta var dálítið djúpt. Já, og margt sagt í þessu, ég skal ekki segja. Þú veist, mér fyrst til að nefna að sko kristin trú hafi hugmyndum einhvern gamlan kall, sko, í skíunum, að kannast enginn við það, en vissulega þá var myndlist fyrir alda mjög representatív og notaði svoleiðis mótíf, sko, og varandi hitt að það séu til sálrænar hvatir sem séu virkar í undirlífi manneskjunnar
að þá það líka raunveruleiki sem að gildir einmitt sama hvað maður snýr sér í hugmyndalegum efnum. Og eins og þú réttilega bendir á, þá getur maður snúið hvaða steini sem við þannig, sko, sama hvaða afstöðu maður hefur. Og held ég ekki, sko, að trúarleg sannfæring sé eitthvað meira hætti, sko, undirselt í heldur en önnur. Á sama tíma það svo að því marki sem að við högum okkur einhvern veginn í heiminum, þá ómögulegt að gera það á einhverja sannfæringur hann. Hvað sé rétt, hvað sé gott, hvað sé fallegt. Mjög ómælanlega stærðir sem að eru inn á vettvangi lífskoðunar, líklega trúar, í einhverju skilningi og gengur fram. Þegar við göngum fram að þá alls konar svona gögn sem að verða til á leið okkur í gegnum lífið. Og við fellum dóma og við fellum dóma sem að svona hjálpa okkur áleiðis. Þannig við þurfum ekki stöðugt að vera að velta í fyrir okkur hvort að ljósrófin virki eða hvort að sólin komi upp á morgun eða eitthvað svoleiðis. Þegar við fellum bara svona ákveðna dóma sem að hjálpa okkur að komast í gegnum lífið, svona hluti sem við getum gert að ráð fyrir og byggt út frá. Við notum með þetta skynsemi okkar og virka hugsun. Og svo höldum við áfram. Þetta svona partur af lífinu. Og þegar fólk myndar sér trúarlega afstöðu, nú eða aðra lífskoðunar afstöðu, þá fer það svolítið fram svona líka. Fólk skoðar gögnin, það notar skynsemi sína. Það í næmi sambandi við tilfinningalíf sitt líka og bara vitundalíf yfir höfuð. Og myndar sér sína afstöðu, ég meina, og það gildir kristna trú eins og aðra trú í lífinu, að þú stoppar ekkert alla dag á götuhorni til að spyrja hvort að fólk hafa almenn mannréttindi. Og sama hátt að þá sem kristinn þarf ekki að stoppa alla daga til þess að spyrja hvort þetta sé nú allt saman einhver misskilningur viðkomandi. Viðkomandi hefur kannski horfst í augu við spurningarnar sem varða til dæmis þeirra eigin guðshugmynd og þeim finnst það sennilegast að heimurinn eigi sér uppsprettu. Og þeim finnst það sennilegast að þegar upp staðið að þá séu þau sköpuð til þess að lifa í sambandi við þessu uppsprettu sína. Finnst það sennilegast að þessu uppspretta sjálf sem við getum þekkt að einhverju leyti gegnum skynsemi okkar, eins og til dæmis Plató og Aristóteles gerðu, sem fjölluðu þrátt fyrir allt skapara sem var að baki veröldinni, þrátt fyrir að það næði ekki mikið lengur en það. Og trúaði þannig á sama tíma að þessi uppspretta okkar, Guð, sem kölluð, geti sýnt sjálfan sig hver hann og hafi vilja að gera það á hátt sem við best getum skilið með því að koma til okkar í Jesú Kristi. Nú, fólk fellir þessu dóma og það notar skynsemi sína að fullu með að gera þetta. Sálrana þarf vera baki án efa, en það má líka vera þær sálranu þörfir sem við höfum og það kall sem fólk finnur til guðdómsins út alla heimsbyggðina sé vitnisburður raunveruleika sem ætlað að mæta þessari þörf með sama hætti eins og þorstu okkar til vitnisburður það að við eigum að drekka vatn og hungur okkar það að við eigum að eta. Já, mér þetta mjög skemmtilegt, sem sagt þú ert að segja að það sé til marks sannleika kristninnar að við höfum þessa eiginleika og eitt af gögnunum sem við hljótum að skoða. En ég trúi því ekki sjálfur, sko, en mér þetta bara ágætis nálgun, en það, sko, mín nálgun meira það að ég held ég til mig vera trúlausan, en ég hef orðið mjög gaman af því að hugsa óræða eiginleika heimsins eða mögulega óræða eiginleika heimsins og bæði í þessum sálrana samhengi og heimspekilega samhengi og ég tel að trúmaðurinn og margur trúleysingin eigi það samt sameiginlegt, sko, að þegar þú velur þér stefnu í lífinu eða berst við fíknir eða eitthvað þá leiði, sko, þá fer geðið, sko, að leita að einhvers konar svona mótífi sem eitthvað svona á þá leið að líf þitt hafi tilgang og
og alveg sama hvaða lending þú velur, hvernig þú lendir því máli, sko. Í trúarlega samhenginu þá segir þú eitthvað svona eins og Guð skapaði manninn og við höfum tilgang. En í svona óræðri nálgun þá einfallega verður þetta eitthvað þá leið að heimurinn hefur eitthvað svona stefnu sem ég hlut af og fyrir mig þarf þetta ekki að vera mjög mikið skilgrendar en svo, sko. En það strax samt sem maður orðin svona vottur af trúarlegu samhengi þar, sko. Já, ég skil hvað það meinar. En maður þarf alltaf mikið margt að segja þessa stefnu áður en maður ákvarðar líf sitt og gildismat þetta og grundvöldið hennar. Já, sjálfsög. Ég meina við hugum okkur innan heimsins eins og við lýsum honum, sko, og ef heimurinn hefur ekki stefnu ákveðin tilgang, ef mannlífi hefur ekki ákveðin stefnu ákveðin tilgang, þá verður óhjákvæmilega gífuleg reikistefnu það með hvaða hætti og að hvaða stefnu þú ættir að hafa í þínu lífi. Akkurat. En Alfred North Whitehead, heimspekingur, með hann svolítið skemmtilegur, hann skrifaði það að heimurinn stefni að fegurð og hann var svona rauninni svolítið að þráast við að vera svona trúalegur heimspekingur án þess að vera beinleinis bara kristilegur, sko. Og hann sem sagt talaði það sem dæmi að það sé greinlegt í eðli heimsins að til dæmis lífform hafa tilhneigingu til að verða flóknari og sem sagt fara frá því að vera einfrumungar til að vera fjölfrumungar, til að vera spendýr, til að vera við og þannig að það er eins og heimurinn hafi stefnu alveg niður í lífformið, sko. Og það sé og svo er það sem sagt svona val, er þessi stefna algjörlega random vitleysa eða er hún slæm eða er hún góð og það myndir strax komið svona vísi að trúlegri afstöðu. Já, sannarlega, mér líkar þessu hugsun, sko, og að draga hann út, sko, en leiðu og spyr spurningan, sko, er þessi stefna sem heimurinn hefur, er hún góð, er hún slæm? Þú veist, ég meina, sá dómur sem fólk fellir, sko, undir þessi sök sjálf. Margir hafa hafnað Guði til dæmis út frá þessum hugtökum gott og slæmt, án þess að spyrja sig, grundvallaratriðum, hvaðan hefur það hugmynd sín gott og slæmt? Hvaðan er þetta lögmál dregið gott og slæmt, sem það fellir dóma sína út frá? Annars staðar heldur en frá þeim sem gefur lögmálið það hvað sé gott og slæmt. Og þannig að með mér líka vel þessu hugsun, sko, að sjá þessu ummerki í heiminum og finna vísbendingar þar sem að vissilega, sko, sýnist með passa vel svona inn í grunnhugmynd trúmarsins. Líkar þessu hugsun vel. Og sko, ég er að hugsa þegar varandi sko þekkingun á Guði, Platón og Sókrates og útskýra það í ríkinu hvernig það sé til eitthvað sem þið kalla því góða. Sem er að baki öllum veruleika og er svolítið eins og sólin segir. Það er rauninni bæði gefur öllu líf, þú veist, eins og sólin lífgar allt, en svo sama tíma það sem gerur okkur kleift að sjá alla hluti. Og þeir eru stöðugt að reyna að koma orðum á þetta og finna sönnun einhvern veginn fyrir þessum veruleika sem þeir kalla því góða. Og reyna þú ofta aftur en enda alltaf í einhvers konar, það er eitthvað svona inconclusivt við hvernig það endar. Þeir ná aldrei því marki sem þeir eru að ná. Og þannig að heimspekiskólarnir eftir Platón, ef ég man þetta rétt, skiptust annars það verið þá sem gerðust algjörir efahyggjumenn. Sögðu það væri voða lítið hægt að vita með vissu. Og svo hins var þá sem gerðust í dulhyggjumenn, hvernig nýplatonistar, sem urðu síðan mjög góðu vinir kristinna manna, seinna meir. En þið skiptið sér þessar, sko, kristin trú og trú margra, kristin trú horfir á þetta og getur gengið veginn með þessari platónsku heimspeki og fer á endanum og segja að það er rétt, það er erfitt fyrir okkur að koma orðum á hið góða nema hið góða sýni okkur sig með sérstökum hætti. Við komum bara vist og vist látt og
og þess vegna það sjálfsopinberum Guðs, það Guð sín okkur, ástæðan fyrir því við getum talað hann sem kærleiksríkan, réttlátan, miskunnsama vegna þess að Guð sýnir okkur sjálfan sem sérstökum hætti í Kristi með þennan hátt sem gerur okkur fært að tala hann með öðrum hætti. Þannig að skurðurinn sem að Platónar koma að óbrúanlegur nema að finna góða sem þau kölluða sjálfu, sem við köllum Guð, sem hefur með sömu rótstopp orðsins, góða og Guð. Já, sko, mér finnst þetta bara mjög skemmtilegt og mér finnst mjög gaman að finna svona heimspekilegu nálgun. Ég sjálfur lít svo á að þetta vandamál sé í heimspekinni þetta alls þar, sko. Þú endar í ógöngum alls þar, alveg sama hvaða eina heimspekilega kerfi þú ætlar að nota og endar í ógöngum fyrir að síðar. Það virðist bara vera að heimurinn sé í eðli sínu einhverju skilningi óræður. Þannig að þú munt aldrei og það sjálfur segir sig eiginlega sjálft, sko, eins og eitt sagði við mig nú bara daginn á Facebook, sko. Það mjög líklegt að við sem vitundir eða við sem heilar séum í raun ófær að skilja heiminn. Ef við værum það, þá getum við, ef við tekjum tölvulíkinguna, þá værum við rauninni fær að sko, bara kópera allan heiminn og skilja hann allan, fara allu upp. En það erum við að sjálfsögðu ekki. Þannig við búum alltaf sem vitundur í svona einhvers konar óvissu hlutverki gagnvart bara heiminum. Við verðum í rauninni bara að stökkva á og það svona Kierkegaard, sko. Við verðum bara að taka trúastökki í því sem við gerum. Já, og ég held ég skilji hvað það meina og bæðir það að segja, sko, annars vegar það að þegar við lýsum veruleikunum og reynum að koma orðum á hann, til dæmis þegar við tölum, sko, trúarlegsannindi eða kristna heimsmynd, að þá á sama tíma gerum við okkur grein fyrir því leið að vera að lýsa veruleikunum að það eitthvað ófullkomið við það. Það er að segja Thomas Aquinas sem var einn mesti bæði guðfræðingur og heimspekingur sem uppi hefur verið nokkuð tíma, miðaldamaðurinn mikli, skrifa marga hillumetra, summa theologica þeirra á meðal, alveg gífurlegt. Hann sjálfur átti, þegar hann var komið langt með verk sín, veiktist eitthvað og virðist hafa átt einhvers svona dulræna sýn eða mystíska sýn. Og það sem hann sá þar, lét hann segja að allt það sem hann hefur verið skrifað mann svo hálmur einn. Já, einmitt. Því að það sem þegar augað hefur séð sko, í rauninni sannleika sem orðum verður ekki að fullu komið á þá verður í rauninni okkar líkingar, okkar tal lífið verður svona eins og svona ótrúlega illa pixluð mynd algjörlega. af einhverju raunveruleika sem er miklu skýrari og það var eitthvað annað sem ég vildi segja viðbragðið sem þú mást að segja. En sko tungumálið okkar hefur litla upplausn með við raunveruleikann og okkar umræða raunveruleikann takmarkast alltaf af greind okkar, orðfæri og svo erum við náttúrulega bara alltaf ófærum að skilja hvort hann 100%, sko. Þannig að okkar skilningur alltaf eitthvað svona dýnamist fyrirbrigði, sko. Það var ég man núna hvað var, þú talaðir hversu erfitt var að komast áfram án þess að taka einhvers svona stökk. Já. Og ég langar að taka undir leið og ég segi, það eru ákveðin, sko, skynsemin getur undirbyggt það sem við erum að vinna með hverju sinni. Við getum skoðað þau gögn sem liggja fyrir heiminn, til dæmis, það, það eru forvitnilega staðandi til dæmis veröldina ef þyngdarafl væri með einhverjum aðeins öðruvísi hætti í veruleikunum, eða var finnstilt með öðruvísi hætti, þá myndi ekki tanga saman bara yfir höfuð. Það mætti litlu skeika. Þetta kallaði fine-tuning argument á ensku, sko. Þannig að við getum notað skynsemina, en á einhverjum tímapunkti að þá þarf samt líka að eiga sér stað einhvers konar traust frammi fyrir vanþekkingu sinni. Og þau kölluðu það í rauninni kannski svipað því eins og gerist þegar þú kynnist annarri mannesku. Það ákveðin áhætta í því að kynnast annarri mannesku. Þú þarft að gefa þig inn til viðkomandi og þess vegna var oft talað það áður fyrir og ennþá í dag trú sem leitar skilnings vegna þess að þú þarft á einhvern hátt að stinga þér í hafið til þess að ná að kanna það.
þú veist, það svona sama lögmálið sem að gildir í málefnum trúarinnar og þú þarft í rauninni með einhverjum hætti þegar þú hefur heyrt orðið það að heimurinn eigi sér skapara, upprétt og lífgjafa sem sé Guð og hann hafi eitthvað með okkar líf að gera, hafi sýnt sig með ákveðnum hætti í Jesú Kristi og að þá liggur samt ennþá eftir hjá okkur ákveðið skref ef við viljum kanna þetta betur. Það þarf að gera þegar ákveðnu trausti og ákveðnu áhættu sem fyrir að það er ekki hægt að kafa til botns til dæmis í hafi eða vatni án þess að ekki vera blautur og þannig það svolítið svona lögmálið sko, þú þarft að ganga inn í veruleika sem þú vilt kanna betur og þá það trú sem leita skilnings og svo trú kannski minni til að byrja með en síðan vaxandi og þannig það er mikið til í þessu hjá þér þannig element er líka fyrir hendi en áhersla kirkjugarðs er þetta of sterk á það þetta sé bara eitthvað svo óvitrænt störk það það ekki. Við höfum hist hérna bara í fyrsta skipti fyrir utan og við fer fram ákveðum mat skilur, þessu manni treystandi og á þeim grundvelli þá ákveðum við síðan að hittast aftur og ég býði kannski mat eða eitthvað þannig þetta er náttúrulega óbærslega hversdagslega líking það sem sömu lögmálur eru fyrir hendi en það er ekki einhver blind örvænting sem lætur mig kasta sem í fang næstu manningi sem labba fram hér. Það fer fram einhvers svona mat sem að hjá mér. Ég var hérna í gamla daga svona harður trúlýsingi og það var svolítið skondið sko, ég veit ekki þá var maður einhvern veginn alltaf að saka hinn trúaða huga að vera að ljúga sjálfum sér sko. Að því að maður einhvern veginn tók svo bókstaflega í orðavalið þannig að ef þú til dæmis segir Guð elskar okkur þá vill ég fara að vita hvað meina með Guð og hvernig það passa við Biblíuna nú finnst mér það ekki lengur sko. Mér finnst það ekki lengur áhugavert einu sinni sko. En mínir gömlu trúlýsingja félagar myndu kannski sækja mig að vera dottin í algjöra grænsopu og ég sé bara alltaf að leika mér með næstu merkingarlaus orð sko. En mér líður ekki þannig sko. Ég ætlaði að lesa fyrir þig hérna úr viðtali við þig. Mér fannst svo gaman hvernig þú orðar þetta. Prestskapurinn kemur mér fyrir sjónir sem merkilegt þversnið ólíkra starfa. Presturinn þarf í senn að vera andlegur kennari, félagsmálatröll, rithöfundur, ræðamaður og sálgætir. Og það sem hefur komið mér mest á óvart er hversu vel prestinum tekið. Þetta sem segir þú í viðtali og mér finnst þetta mjög skemmtileg lýsing á starfi prestins og ég hef stundum leikið mér að hugmyndinni af því að ef við tökum svona til gaman svona abstrakt hugmynd lífið að lífið sé bara svona leikur og þú viljið bara prófa alls konar. Ég get alveg hugsað mér að prófa að vera prestur bara því að það var svo skemmtileg áskorun. En þú sem sagt lýsir þessu sem mjög svona fjölþættu líflegu hlutverki. Já, og það gildi mér þess að sama þegar maður fór í guðfræðina sínum tíma hvað þetta var ótrúlega þverfaglegt nám. Því þú getur rauninni ekki fallið í gegnum bara námið sjálft án þess að þurfa að læra bókmyndafræði upp að einhverju marki. Vegna þess að við erum að takast á við gamla texta. Þú getur ekki tekist á þessu gamla texta og þess að læra smá í tungumálunum, grísku og hebresku, þannig að þú þarft að fara í tungumálanám sem partur á þessu líka. Þú getur ekki fara á akurinn á þess að læra smá einmitt í sálgæslu, hvernig að mæta fólki sem til dæmis sérstaklega glíma við sorg vegna missis. Þannig að það komin ákveðin sálgæsla. Þú getur ekki gert það að læra ákveðna félagsfræði vegna þess að okkur öllum gert að læra trúarlegs félagsfræði. Hjá honum Bjarnar Rander til dæmis lærði ég þegar hann og Pétur Péturssoni. Og það er sagfræði að sjálfsögðu vegna þess að við getum ekki farið í gegnum þetta náma þess að læra svo mikið hugmyndasögu ekki bara Vesturlanda heldur bara heimsbyggðarnar og við okkur öllum gert að læra ákveðna heimsbyggi vegna þess að þessar tvær elfur hafa runnið saman, þessi gríska heimsbyggi og þessi kristna trú og flétta saman á hátt sem er næstum órjúfanlegur þannig að námið sjálft er svo ótrúlega þverfaglegt og fjölbreytt og var mér alveg svona ótrúlega ánægileg uppgötvun. Þetta er rauninni draumur hugvísindamannsins að vera í guðfræði. Þetta hefur sér allt sína þessi miðjuvissulega í trún og trúartjáningunni en sviðið er svo víðfemt.
og snertir svo ótrúlega marga þætti mennskunar og það sama gildir með stöð og starf pressins, allavega í okkar samfélagi hér að það mjög fjölbreytt og það var nú aukist ef eitthvað ennþá þessi partur sem ég kalla starf pressins að vera rithöfundur en mér finnst stundum, ég man eftir ég hafa heyrt pislahöfundur hjá New York Times sem heitir David Brooks verið að spurði hvort það var ekki æðislegt að vera pislahöfundur hjá New York Times og hann sagði, manstu hvernig það verið í skóla og þú ert að skilja reykjur eftir 3 daga og þú ert ekki ennþá byrjaður. Þannig lífið mitt, sagði. Og þannig finnst mér stundum líka dagarnir verið hjá mér vegna þess að það er svo margt sem að framundan. Á morgun á ég að predika og daginn þar á eftir að vera með útför og þetta er allt textar sem ég þarf að útbúa fyrir hvert einasta skipti og flytja opinberlega og verði ekki aftur teknir og þannig að já, starf pressins mjög fjölbreytt á þennan hátt og hefur meðal annars í þessari furðulega sem hefur komið svo óvart hversu mikið ég er alltaf að vinna texta undir tímapressu. Ja, þetta er bara mjög heillandi hlutverk held ég í þessum skilningi sko, að þú ert bæði farið svo klassíska menntun og þú ert í þessu félagslega hlutverki sem er bæði náttúrulega mjög kræfandi í tilfelli sálgæslu en líka bara ótrúlega mikil samskipti. Já, en það sem mér þykir vænstum sko leið og ég er svo þakkláttur fyrir það að finna hvað fólk tekur presturum yfirleitt vel, svona maður og mann og ég veit að það sé til alls konar umræða að og hversu fólk sér oft í okkur einhverju svona, þú veist, það er einhver tenging við þið trúalega og andlega hjá þeim, það er einhver tenging oft við fortíðina sem þið upplifa líka, eitthvað svona við sem samfélag, eitthvað sameiginlegt í kirkjunum okkar, alveg eins og í íþróttafélagunum okkar og það sem mér þykir vænstum í þessu það sko, Páll postuli þar að segir einhvern stað í Nýja testamentinu okkar, í 4. Korintharbréfi, hann segir, þannig lítið fólk á okkur sem þjóna Krists og ráðsmenn yfir leyndardómum Guðs. Og það sem ég er þakklátustu fyrir að fá að bera áfram þetta sem hann kallar leyndardóma og sem er rauninni best lýst bara sem þeim sannindum trúarinnar að fá að vera í rauninni andlegu kennari. Að fá að taka þátt í því sem við gerum í guðstjónustunum, í predikunum okkar, að bera áfram þessa trú, þessa lífssýn sem að ég trúi því að því marki sem fólk fara að mótast af henni verði þetta blessunar. Heldur þú að í ljósi þess að kirkjan er í dag orðin mjög svona liberal og í vissum skilningi bara valdalítil allavega í Íslandi. Heldur þú að það geri presthlutverkið saklausara? Sko það er spurning, ég er náttúrulega ekki alveg viss hvað átt við orðið saklausara. Já, svona í ljósi þess að á miðaldum þótti kirkjan oft vera ég skildi. Vera bæði ofbeldisvald. Með hreinni hendur, ég skildi. Sko það sem gerðist sem kirkjan þegar hún fyrst verið til ofboðslega valdalítilstofnun sem vex, hún er í rauninni ekki hún er gífurleg ört vaxandi hreyfing og hún vex mjög hratt fyrst náttúrulega á þessu svæði sem hún kemur fyrst fram og í kringum þann stað sem er hinn grísk-rómverski heimur hún vex ofboðslega hratt og fyrst sinn að þá er Rómaveldi gerð dálítið til að brjóta hana niður eftir svona 3 aldir þá fær hún formlega stöðu innan Rómaveldis, ekki lengur ofsótt, heldur í rauninu meirihluta trú. Það sem gerist eins og fljótlega það að Rómarveldi byrjar að grotna niður. Ásókn barbara og helstu stofnanir, sérstaklega í vesturhluta hins rómverska veldis, byrja bara að brotna niður og það barbara sem flæða yfir. Og allt í einu ekki lengur Rómaveldi með einokunni rétt á ofbeldi og í rauninni ekkert verallega til ríki almennilega. Og heimurinn þetta verður erfiður heimur held ég að vera til í. Það sem gerist þeim sem með tíð og tíma að til verður þetta lénskipulag, það sem fólk tryggir í rauninni með einokunni rétt á ofbeldi yfir ákveðnu landsvæði, ég vernda þig, þú hóti mér hollustu og allt þetta. Akkurat. Og þá vantar þau menntað fólk og kirkjan, þessi andlega hreyfing, hún hafði fólk sem var menntað, sem kunna skrifa og þau voru fullkomin til þess að bæði aðstoða og mennta fólk í þessa nýju stjórnsjóslu sem var til innan smám saman endurreisandi Evrópu.
Og með þessum hætti smám saman hefur kirkjan allt í einu stærra og stærra hlutverk sem hún tekur af því að hún vill leggja sér blóð og vogarskálarnar og meina það vel. Þessu stóra og mikla hlutverki fylgja líka mikil völd og miklum völdum fylgir hætta á misnotkun gegnum tíðina. Núna á þessu tímapunkti þegar óbúslega margir sko, eins og segja, það er fyrstu spítalar sem eru stofnað hérna á Íslandi, þetta er kirkjulegt. Þetta er þessum grunni, innviðnir hérna eru mjög oft verða til á trúalegum grundvelli. Þetta er flottustu háskólanir í Bandaríkjunum, við vilt stofna þær af trúarhópum. En með tíð og tíma að þá gerist það að þessir innviðir verða bara nógir fyrir sig og kirkjan er dregin út úr þeim, stundum út af hugmyndafræðilegri baráttu, stundum bara út af því að þetta er bara orðið fullvaxta. Í dag er rétt sem hún segir að kirkjan hefur ekki eins mörg víð hlutverk. Hún er ekki lengur að reka spítala og menntastofnanir með sama hætti hérna á Íslandi til dæmis eins og áður. Og það þýðir það að kjarnarhlutverk hennar liggur miklu skýra fyrir. Sem er andleg kennsla, að bera áfram fagnaðarerindið eins og það var kallað góðu fréttirnar Jesú Krist og vera andleg hreyfing. Ég er að hugsa aðrar hreyfingar hérna á Íslandi, til dæmis zen-búddista hérna á Nátthaga sem ég held að sé milli 100 og 200 manna samfélag. Ég kom á það. Bara flott samfélag, skilur, og það er fullt á Soka Gakka búddista sem hérna rétt hjá og ég byggli einhverstað nálægt eru aðra trúarhefingar, fullt af svona litlum trúarhefingum í Íslandi. Þær þurfa aldrei að stoppa og pæli því hvað þau að gera varðandi hin og þessi samfélagsmálin eða hvort að þau að stopna spítala en eitthvað. Þau fókusunum þeirra er algjörlega á sínu upprunalega erindi sem að bera áfram sína andlegu hefð. Og við fáum tækifæri til þess núna til þess að setja athygli okkar með auknum hætti inn í það, ekki að reyna að uppfylla einhver önnur hlutverk, að hafa skoðanir á kvótakerfinu og eða hinu, ekki það sé bannað, en fyrir mér er þetta tækifæri að við fáum að njóta þess að setja alla krafta okkar í því að vera kirkja, vera andleg hreyfing sem byggir á kenningu, lífi, dauða og upprisu Jesú Krists. Skemmtilegt svar. En hvað með, ef ég hamra aðeins á þessu, ekki lengi, ég man auðvitað eftir augnablik, en ef ég hamra aðeins á þessu, ef við tökum svona sekt kirkjunar eins og hvað það tók langan tíma að hætta fordóma samkynhneigð, er það eitthvað sem að situr í hinum trúa mann í dag? Já, það sko, þessar glímur eru erfiðar og það vera trúaður felur það ekki í sig að það sé ekki glímur alls konar hluti í ljósi trúarinnar. Og þá til dæmis hafa ýmsar glímur verið teknar líka á grundvelli misskilnings. Það voru glímur teknar til dæmis á mörgum bókstafstrúmönnum í Ameríku gegn nýjum kenningum í líffræði. Það voru líka alls konar glímur teknar fyrr á öldum gegn nýjum kenningum í stjarneðlisfræði. Og það var vegna þess að það veitti fólki óöryggi og það fannst með einhverjum hætti eins og það var ráðist á trú þeirra vegna þess að ýmsir hlutir heyrðu saman í þeirra huga, til dæmis þegar að þeim fannst eins og eitthvað verið gefið í skyn sköpunina sem ekki kæmi fram í Biblíunni. Darwin og Galileo Galilei. Já, nákvæmlega. Það er þetta tvennt sem ég er að vísa til. Svona glímur hafa verið teknar og þar hafa verið sársaukafullar og þar hafa ekki skilið gott eftir sig og það er bara miður, sko. Þú veist að það hefur verið gert, en til dæmis í dag eins og við tökum fyrir bara eins og varandi sköpunarkenninguna, þú veist, þegar menn fóru sína að skoða textana betur og reyna að átta sig á því, það eru 2 sköpunarsögur sem eru hérna í fyrstu Mósebók. Þær eru ólíkar meira að segja, hvernig það segja frá, en þær eru báðar samt þarna. Hvað gerir maður þá? Og af hverju eru það báðar þarna? Það er vegna þess að aðalatrið sem þeir eru að segja eru ekki smáatriðin. Heldur þeir að segja sannleika það að við ekki að tilbiðja sköpununa, heldur þann sem skapaði. Það er að segja sannleika það að það sé skapari og hugsandi hugur að baki öllum veruleika og
stóra spurningin ekki nákvæmlega með hvaða hætti svo sköpun varð, 7 dagar eða eitthvað svoleiðis, að það hengja sig á það voru að þið virðist vera mistök og að vera ekki með augun á aðalatriðunum og í rauninum bara til vitnisburður trúar óöryggi sem fæddist í kjölfar þess sem fólk upplýði sem ögrun. Og það sama gildi til dæmis eins og við talar sko, umræðinu samkynhneigð, að því að þessi orð sem voru þá notuð í biblíuþýðingu sem koma fram á 20. öldinni og voru ekkert orð sem voru neitt sérstaklega tíð í hennum forna heimi. Okay. Þannig að þegar verið að þýða gamla texta þá er til dæmis mjög oft verið að þýða gamla texta með orðum sem við eigum í dag, eins og til dæmis notum eins og samkynhneigð til að tala eitthvað. En svo það kannski skoða betur hvað orðið sem, það kemur alltaf niður þrýstingur frá heiminum sem segir varðandi það komið einhverjar nýjar upplýsingar varðandi kynvitund, kynhneigð og annað sem þrýstur okkur aftur á textan með sérstökum hætti í ákveðna svona glímu og þá fara fólk að skoða sig hvaða orð þetta sem Páll notar, það hvergi annars að nota í fornum bókmenntum, það virðist vera samsett úr ef ég mann rétt sko held ég orðið sé arsenokoide sem þýðir einhvers konar mjúkur drengur eða eitthvað, og þá menn að velta sér kannski að tala barnanni frekar. Skilur, þannig að það eitthvað svona glímur sem komið upp og þá kannski allt í átt að menna sig á því býtu, voru við kannski þegar við þýddum textan sem alltaf ákveðið áhættumark áhættuefni að þýða texta voru við kannski að þýða hann í gegnum glerugu sem við þurfum núna að endurskoða þegar við þýðum textan upp á nýtt kannski orðið, rétt orðið til að þýða, ekki orðið samkynhneigð eða orðið kynvillingur í ljósi þess að hvort orðið var þekkt á þessum tíma, skilur, þannig að þessar glímur eru partur af því að vera trúaður, þessar glímur eru partur af allri lífsýn. Þegar ný gögn koma sem augra lífsýninni þá veldur það ákveðnum fæðingarhríðum og það ofta eitthvað sem þarf að deyja og eitthvað nýtt sem þarf að fæðast, eða sem við getum sagt eitthvað sem þarf að deyja og eitthvað annað sem þarf að rísa upp svo við notum líkingar úr Kristi trúlífi. En þetta ferðalega lærisveinsins og fylgjenda Krist er ekki glímulaust eða heldur þarf að horfast í augu við flóknar spurningar sem rísa á lífsins vegi, bæði persónulega og samfélagslega spurningar. Í hindúisma þá ertu með Guði sem að tortíma heiminum og skapa hann aftur, svona hringrás og það dansandi Guð sem að fagnar heiminum og aftan á hausnum annað andlit sko, og það andlitið sem að horfir á heiminn tortímast og eyðileggingin nauðsynleg til þess að geta hafa eitthvað nýtt. Hvað finnst þér svona hringrásapælingur alheiminn? Sko, það sem líkar við þetta og ég finn ákveðin samhljóm við kristnatrú að því auðvitað kristnatrú er miklu línulegri hugsun en enga síður að þá veigrar hann sér ekki við að horfast í augu við fyrirbæri sem eru til dæmis sem eru dómur, eyðilegging annars vegar sem við sjáum til dæmis í krossunum og svo hins vegar eitthvað það sem er upprisa, líf, endursköpun. Ég get séð þessi stef líka hjá systkinum okkar í hindúasið þarna. Og sem hringrásapæling þá gengur ekki upp út frá kristinni lífsýn vegna þess að allt á sér mark og stefnu en hins vegar hitt satt að í lífi einnar mannesku þá getur hún farið í gegnum við köllum það frekar oft árstíðir eða tímabil í staðan fyrir það mætti kalla það hringi það sem að þú stundum gengur í gegnum það sem að kalla salmaskaldinu Dimmandal það óttast ég ekkert illt því þú ert hjá mér sprotið þinn og stafir hugga mig og þannig að það er alveg að horfst í augu við það að erfið tímabil niðurbrot er partur af þessu lífi sársauki, þjáning er partur af þessu lífi og trúin frelsar mann ekki frá því en ferðast með mann í gegnum það og hjálpa manni að hjálpa mann að ferðast í gegnum það
í trausti til þess að það verði uppreisa leita á öllum krossum. Hvernig fannst þér hérna Samuel L. Jackson fara með dimma dalinn í Pulp Fiction? Já, landsinni muni eftir. Getur þú rifið upp fyrir mig? Hvað getur við sagt um það? Já, hann segir alltaf, hérna fer alltaf með þessa ræðu áður en hann skýtur fólk. Já. As I walk through the valley of death. Eða valley of darkness. Já. En svo segir hann sko, þegar hann verður fyrir opinberunni, sko, þegar einhver reynir að skjóta hann og hittir hann aldrei, sko. Einmitt, já. Þá segir hann sko að hann hafi verið alltaf að fara með þessa ræðu áður en hann draf fólk. En hann skildi hann aldrei. Og nú skildi hann ræðuna. Einmitt. Já, mér líka þá. Þetta er reynsla sem að ég held að allir þekkja, kannski þekkja allir sem yfirleitt hafa lesið bókmenntateksta, en þetta er partur af reynslu sko þeirra sem fylgja þessar andlegu leið kristinna trúar, að við erum mikið að lesa texta, við lesum til dæmis í Nýja testamentinu okkar, en stundum getum við með texti sem við höfum lesið oft áður, opnast gjörsamlega á nýjan hátt í ljósi nýrra lífsreynslu sem við eignumst. Og þetta er svo sannarlega sko, eitthvað sem er partur af því að vaksa og þroskast, það er svo dýrmætt að fá að vaksa og þroskast með textanum sem er manna svona eilíf andleg næring og hann er sífellt að opnast fyrir manni. Sífellt að opnast fyrir manni og dýpka. Og það tala gleru og túlkanir á hann, hinn postmoderníski skilningur í dag á heiminum er að við séum alltaf með gleru, sko. Alltaf einhver filter. Herru, ég ætla að fara að hleypa þér úr þessu viðtali fljótlega, búið að vera mjög gaman og mjög fróðlegt. Og mér, sko, tilgangurinn, eða svona minn útgangspunktur var eiginlega sá að mér langaði svona að gera bara sem við erum búin að gera. Mér langaði að eiga svona heimspekilegt spjall trúar hegðunina án þess að vera eitthvað að takast á sem trúleysingi og trúamaður. En hérna, að lokum bara langaði mig að fá til þess að segja frá því sem varst að tala við mig hérna úti að kaþólska kirkjan, að unga fólkið í kaþólsku kirkjunni vilji fá latínu aftur í messuna. Já, við vorum að ræða með þetta fyrir utan, við vorum eitthvað að grínast með það að kirkjan breytist hægt og meira segja væri það svo að það væri áhugaverð sveifla eigi sér stað núna, víðar endar í hinum vestræna heim, það sem er ákveðin þorsti hjá fólki, hjá því sem er ekta og uppurnalegt í andlegu hefðunum. Það þolir illa að koma inn og finnast eins og einhver sé að reyna að selja sér eitthvað. Það vil fá eitthvað sem er upprunalegt og ekta og finnst það ótraustveikjandi þegar þú komið til dæmis inn í kirkju og einhverjir er að reyna að gera sig til fyrir þau og segja til dæmis einhvern veginn, viljið ekki vera með okkur í kirkjunni, það er nú að bjóra pítsu hér. Vegna þess að þau treyst ekki svoleiðis hegðun. Þau vilja, við lifum í heimi þess að fólk eru mikið að reyna að gefa af sér alls konar myndir í gennum samfélagsmiðla og annað. Þau vilja þrá eitthvað ekta. Og ég held að það sé eitthvað sem að hjálpa okkur að skilja það af hverju til dæmis innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar. Það er bylgja sem páfinn er að reyna að perjast á móti dálítið. Bylgja ungs fólk sérstaklega sem vil bara fara í messur sem er á latínu eins og var í margar aldir í kaþólsku kirkjunni. Þau vilja fá hennar gömlu messu aftur og því messan breyttist aðeins í kaþólsku kirkjunni eftir seinna Vatíkanþingið eins og það kallað, mér held að vera 63 og eftir það fór messan fram algjörlega á móðurmáli. En það er eitthvað sem þau þrá, sem þau túlka sem upprunalegra heldur en það, sem þau kalla messualdan og gera það verkum með þau leiti það og þetta er fyrirbæri sem ég held að sé ekki bara innan kaþólsku kirkjunnar, en eitt er víst að maður getur aldrei stóla neitt á tískuna. Nei. Þú veist, og tískan gefur og tískan tekur, en það sem við hljótum að leita eftir í andlegum efnum er það sem er varanlegt og er eilíft og er ekta og það byggist ekki svo mikið á stílistískum hlutum. Nei. Þetta er mjög skemmtilegt, þannig að Martin Luther okkar, hann barðist fyrir því að messurnar færi fram á mannamáli, svo að við skildum með það. Svo kemur bara 1000 árum síðar bara hreyfing fyrir því að hafa þetta ekki að mannamáli, svo við skildum það ekki. Já, við getum sagt það innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar, svo hreyfingur ekki ennþá vaknaði innan mótmælendakirkjunnar, en það má segja það að það sé áhugavert að fylgjast með þessari bylgju sem núna er og kannski má líta á það sem ákveðna uppreisn eða viðbrögð okkar kynslónu sem var á undan, sem mörgum fannst hafa varpað fyrir róða, mörg af því sem hafði gildi og var ekta.
Þetta hljómar svo svona fjölþætt dæmi, sko, bæði svona það sem krakkarnir kalla aesthetic einmitt. Og svona yfirbræð. Einmitt. En ég ætlaði svona að fara að loka þessu með þér, þakka kærlega fyrir að koma að spjalla við mig. Ég ætlaði að segja þér til gamans að þegar ég var busaður í MH, þá þurftum við að læra, eða okkur var sagt að læra utan að örlítið hver á latínu. Og ég tók þetta svo alvarlega, ég var mikil busi og nörd að ég lærði þetta bara mjög vel utan að og man þetta ennþá. Og það var svona in manus tuas domini commendo spiritum meum et fiat voluntas tuas. Ertu með það? Já, sko við lærum ekki latínu sem partur af okkur, því það er ekki partur af okkar kirkjumáli. Nei. En ég heyrði þarna nokkur orð sem ég kannast við. Voluntas, vilji. Domini, drottin. Og svo ég búin að gleyma einhverja sem þú sagðir. Manus, það er hendur, held ég. Já, nákvæmlega. Er þetta ekki í hendur þínar drottin fel ég sálu mína? Einmitt, nákvæmlega. Þannig að þetta er ég búin að ganga með í hausnum með öll þessi ár. Já, gott. Ég sjáðu til, sko, orðið er lifandi, kannski tekur að spretta. Við segjum þetta gott í bili. Kæra þakki fyrir áhorfið.